One. Góða kvöldið. Ég opna myndbandið á símanum mínum svo ég geti fylgst með og vera viss allt sé góðu. Ok, það virðist allt virka eins og á að gera. Ok, dásamlegt. Góða kvöldið og gleðilegt fullt tungl. Stilla hérna aðeins af svona. Fullt tungl í Hrúti og mjög spennandi, skemmtileg orka og svona, já, þetta er svona atorkutungl og svo þar að auki ofurtungl. Þannig að það virkar svolítið stærra þegar það held ég núna, ég var eitthvað í sem heitir morgun, að ofurtungli núna af því að afstaða tunglsins miðað við jörðina þannig að tunglið svolítið nær okkur, að þá það virðist það okkur 8% stærra en einhverju 16% bjartara. Þannig að, og þegar við erum að tala um tunglið, þá það bara ansi mikið svona með það sem gengur að gerist og þetta held ég stærsta ofurtunglið sem við fáum á þessu ári, þannig að það alveg svona, já, það svolítið vel kröftugt núna. Dásamlegt. Ég með 3 stokka að venju, svo ég með 2 auka Monology stokka sem ég tvinna með, en við erum semst með Conscious Spirit stokkinn, að sjálfsögðu, ógleymanlegur, Monology, upprunalegi, og svo ég hérna með The Healing Waters, svona orgól, eftir Rebecca Campbell. Ég hef gert nokkra stokka svona í þessum stíl, en þennan stokk fann ég var það eignast og ég keypti hann í sumar. Ég held ég hef ekki notað hann áður á fullu tungli, eða samt á laglöstri. Þá ætla ég að leggja skjáinn niður, tala aðeins meira um tunglið, leyfa ykkur að tengja við stokkana og svo fer ég í lesturinn og svo ég náttúrulega líka með Monology Manifestation, þau hérna á kantunum og svo Messages, Monology Messages. Þannig að þetta allt saman hér. Þá ætla ég að leggja skjáinn niður og tala smá og svo fer ég í lestur. Ok. Hérna eru spilin, það Conscious Spirit, Monology og Healing Waters. Þetta fullu tungl núna, það með hrútsmerkinu og hrúturinn nú fyrst og fremst þekktur fyrir drifið sitt og atorkuna og ástríðuna að ganga í málin og vera ekki að spara við sig, og það oft mikil tilfinningarhiti sem fylgir hrútinum. Þannig að þar kemur þessi ástríða inn og oft verða svolítið stóra tilfinningar líka, en það sem það svolítið þema núna fyrir þetta fulla tungl að við erum að upplifa atorkun okkar og drifið okkar, ástríðun okkar og líka örugglega svolítið bara seglun okkar, þrautseigjan, úthaldið, að ganga á eftir því sem við raunverulega viljum og halda áfram gegnum kannski svona hindranir og ef það einhver erfiði, að halda samt að sækja fram eftir því sem maður vill. Þegar hrúturinn lætur ekkert stoppa sig heldur. Að þar kemur inn svolítið þetta að við sjáum hindranir okkar en við látum þær ekki stoppa okkur. Að við finnum alltaf einhverja leið, hvort sem það með því að fara framhjá eða bara í gegnum. Og það sem gerir þetta svona ekstra skemmtilegt og sérstakt núna að þegar sólin í voginni og tunglið núna í hrútnum, að þarna erum við andstæðu merki, við standa móts til hvers annars í dýrahringnum, sem í stjörnumerkjahringnum. Og það svo miklar andstæður þannig á milli, en á sama tíma þá í rauninni bæta þessi merki líka svo ofboðslega fallega upp
sem sagt fyrir hvort annað. Þar sem að hrúturinn er sterkur þá bætir hann upp fyrir þar sem að vogin er kannski ekki eins sterk og öfugt. Og svona virkar stjörnuspekin mjög mikið og dýrahringurinn. Það eru þessu andstæðu merki sem að stundum klassa bara rosalega og verða miklir árekstrar eða þá að þau bæta svona hvort annað upp og eru svo fullkomið teymi. Og ég verandi vog, það finnst mér mjög spennandi alltaf að vera í tengslu við hrúta og reyndar alveg upp með tveimur og það hefur alveg verið áhugavert lífsreynsla en góð. Ég er heppin. Og sérstaklega ef við skoðum út frá orkunni núna, allir þessi drifkraftur og hindranir og að halda áfram og fara bara í gegnum hindranirnar, að vogin hún er svo mikið í því að vinna með öllum í kringu sig, vega og meta aðstæður, hugsa og hugsa og hugsa, svo kemur hrútsorkan og keyrir áfram. Hugsa sig ekkert of oft heldur framkvæmir. Vogin á það til að geyma framkvæmdina of lengi af því hún svo upptekinn við að vega og meta og hugsa málið. Þannig að nú er svo góður tími að koma þetta drif. Við erum búin að vera með voginu núna streitt í 2 vikur að svona ígrunda og vega og meta. Það er svo gott núna að fá hana drifkraft. Og eins líka vogin með þetta social aspekt þar sem að hún er ofta að vega og meta með tilliti til annara og eflaust margir sem að eru búin að vera síðustu vikur svona frekar social og blómstra í félagslegu hliðinni. En svo kemur hrúturinn sem að er fyrst og fremst stendur með sjálfum sér og er með fókusin á sig. Og við höfum rosalega gott af því líka að setja bara fókusin á okkur sjálf og ganga eftir því sem við viljum. Standa með okkur sjálfum og fara eftir því sem er algjörlega okkar eigið. En ok, ég skal hætta þessu blaðri og fara að fletta spirit. Við byrjum á Conscious Spirit. Ég er búin að vera að glíma við svolítið þurrk í hálsinum og svona, þannig að ég er hérna með vatnsglas á kantinum. En það er Conscious Spirit, við byrjum að því að sjá hvað það er sem við erum að láta frá okkur, sleppa tökunum á og ná sáttum með. Það kemur hér. Find your bliss, I am following a path I love and I am fully aligned to my soul purpose. Það er að segja, finndu þína hvatningu og fylgdu þínum farvegi þessum að hjarta þitt fær að njóta sín og í algjöru tengingu við tilgangu þinnar sálu. Þannig hvaða hugmyndir sem þú hafðir kannski eitthvað sem þú áttir að gera, hvernig þú áttir að vilja að lífið væri, hvað þú taldir þig þurfa að gera, eiga að gera. Núna kom tími til að leggja það að hilluna og virkilega skoða hvað vilt þú, bara í raun og veru. Þegar við erum mörg hver með alveg þó nokkuð kannski af augnablikum í lífinu þar sem við höfum að fylgja annarra manna uppskrift, að gera það sem að maður telur að maður átti að vera að gera, eitthvað samfélagslega kröfur sem að maður upplifði sem pressu og maður þurfti að vera samkvæmt því og samkvæmt annarra manna kröfum. En svo er núna verið að kalla til þín að sleppa tökunum á þeir, sleppa tökunum á þessum kröfum frá samfélagi og nærumhverfi, sleppa tökunum á hvernig þú heldur eða hélst að þú ættir að vera og hvað þú ættir að gera og bara fylgja þínu eigin algjörlega dásamlegt. Það er það næst, hvað er tunglið að reyna að
sem varpa ljósi á og vekja athygli á, og það er hér jafnvægið. Ég skil og tek á móti ólíkum öflum í lífinu sem að færa okkur jafnvægi. Þannig er svolítið að tala um ljósi og skuggan, og ljósi og skuggan ekki bara heiminum heldur í okkur sjálfum, ólíka póla við sjálfum, eins og bara þannig, eins og ég sagði áðan með hrútinn og vogina. Andstæðumerki í dýrahrygnum eru á sikkurum pólunum en skapa svo mikið jafnvægi saman, bæta hvort annað upp. Það er að segja ef þau eru í heilbrigðu að það getur óstormasamt, en í heilbrigðu sambandi milli hrúts og vogar, og líka innra með okkur sjálfum, og ef við erum með mikið hrút og mikið vog í okkar stjörnukorti, þá erum við rosa ólíka póla í okkur, en þessir ólíku pólar skapa jafnvægi. Jafna út svolítið ljósi og skuggan og hjálpa okkur að finna þennan meðalveg í lífinu. Þannig að taktu á móti þessu fjölbreytilega í lífinu, taktu á móti ólíkum hliðum af sjálfu þér, ólíkum gjöfum, og leyfðu því að vera í jafnvægi. Að þeim leið og byrja að hafna einni hlið að sjálfu þér, að þá færist hinn mögulega öfga, og það er ekki gott. Þannig að það snýst jafnvægið og að finna bæði ljósi og skuggan í sjálfu sér, og leyfa því að vega salt bara á eðlilega máta. Það er vont ef það fer út í öfga. Og ef við horfum aðeins fram í tíman, það áhrif þetta kemur til með að hafa, það að leggja svolítið annarra manna kröfur og væntingar á hilluna, fylgja sínu eigin innsæi og því sem þarf fyrir þitt eigið jafnvægi. Hér spirit awakens, andinn vaknar. Ég tek á móti tilgangi sálu minnar og raða öllum hlutum lífs míns samkvæmt því. Þetta er alveg dásalegt spil, þessi vakning að sjá sjálft sig og allir sem þeir ólíku hliðar og samþykkja sjálfa sig eins og maður er, og fylgja sína eigin sannfæringu og sína eigin innsæi, og leyfa svolítið hjartanu og sálinni að ráða förinni. Að ekki ætla að hafa of mikið vit fyrir sálu sinni þegar hún er að reyna að leiða mann akkúrat veginn og farveginn sem okkur var ætlaður. Þannig að með þessu að setja þessar kröfur sem við upplifum frá nærumhverfi og samfélagi, með því að leyfa okkur að vera við sjálf og bara taka á móti öllu hliðum okkar og halda því í jafnvægi, þá opnumst við svona vel fyrir svona aðri tilgang sálarinnar okkar. Gullfallegt. Og við fáum hér eitt manifestation spil til þess að styðja við þetta. Það kom hérna seinna hvort í food, work through your feelings. Og það sem átt við með því er að þegar það koma upp stóra tilfinningar, eða ekki, það er bara mjög gott að hafa allar tilfinningar sína svona í svona tjekki, en það er koma upp þessar stóru tilfinningar, krefjandi tilfinningar, tilfinningarnar sem er búið að segja við okkur gegnum tíðina séu neikvæðar og við megum helst ekki upplifa þær, að besta leiðin til að vinna úr þeim, til þess að þær hafi sem minnst neikvæð áhrif á okkur, að það er ekki með því að hafna þeim, heldur með því að upplifa þær. Ekki að meina okkur að upplifa hluta af okkar tilfinningum, heldur leyfa okkur að upplifa þær
og fara gegnum þær og læra að bregðast við þeim, læra að þekkja þær og velja viðbrögðin okkar og hvað við ætlum að gera með út frá því. Ok, þá færum okkur yfir næsta stopp og það var monologi, gamli góði klassíski. Byrjum að athuga hverju eru við að sleppa tökunum á, hverju eru við nú sáttum við. Okay, expect powerful change. Leyfðu þér að búast við stórum breytingum, en það sem að mér finnst ég frekar að vera að skynja hér er að þegar þetta kemur sem þetta sem að það er að sleppa tökunum á, er að hér er verið að minna þig á að þú þarft ekki kraftaverk til þess að móta líf þitt áfram með að taka ákvarðanir. Það þurfi ekki að vera, sko þú þarft ekki að búast alltaf við þessum stórum mómentum, einhverjum svona rosa kvallettum. Það eru yfirleitt ekki mómenti sem að virkilega breyta líf okkar eða þroska okkar eða færa okkur nær eigin sannleika, heldur er það þessi sífellda æfing, þessi sífellda áminning að við erum að vinna að okkur sjálfum, við erum að heila okkur sjálf. Það eru ekki þessi stóru moment sem að gera breytinguna, heldur er þessi stöðuga vaka sem við höfum fyrir okkur sjálfum og erum að leggja í okkar þroska. Við búumst oft við því að það verði allt í einu bara svona power moment þar sem að við allt í einu upplifum risastóra eins og eldingu sé blósti niður í okkur og hugurinn opnast og við allt í einu bara í einhverju svona stóri upprópum uppgötum lífið og tilverun og tilgangin. Kannski er það svoleiðis hjá einhverjum, en almennt þá er þetta bara þessi daglegu moment í lífinu, þessi daglegu augnablik, hversdagsleikin að við erum að þróast og þroskast í gegnum bara hversdagslegt líf. Og alltaf smám saman erum við að auka gleðina í líf okkar og auka þroskan í okkur sjálfum og sjálfsþekkinguna og vitunduna. Þetta er raunverulega spurning þessi, bara eins og maður er að æfa einhverja íþrótt eða æfa eitthvað hljóðfæri eða einhverja hæfni, að við erum alltaf að æfa okkur og æfingi skapar meistarana, við erum alltaf að æfa okkur smá á hverjum degi. Þetta snýst ekki bara stóru tónleikana sem við höldum svo í lokinu. Heldur er það öll þessi æfing, tíminn sem við tökum fyrir okkur sjálf. Þannig að slepptu tökunum á þessari hugmyndum að þurfa að vera risastór moment. Það er það sem að minnst ég vera skynja úr þessu. Því að hvað er tunglið að upplýsa og vil vekja athygli okkar á. Þá kemur það hér að New Romantic Cycle begins, nýtt tungl í Vog. Og það kannski spilar einmitt líka svolítið inn í þetta, þessar vonir einhver risastór moment. Ástin gerist heldur ekki bara á augnabliki. Eflaust einhverju sem að upplifa það, þessa ást við fyrstu sýn eða það allt í einu springur eitthvað innra með manni og maður uppgötvar hvað kærleikurinn er. En í flestum tilvikum er það þannig að elskan hún byggist upp með tíma og með því að leggja tíma í það, leggja orku í það, að rækta ástin og kærleikann sem við höfum sérstaklega í nánum samböndum, að opna sig fyrir kærleikanum og öllum kærleikanum bara eins og hann kemur í staðan fyrir að setja einhverja væntingar hvernig hann eigi að vera. Sjá fegurðina í litlu hlutunum og hversdagslegu hlutunum. Og svo er enda líka inn í eins og rómantík þarf ekki endilega að vera tengt rómantískum samböndum, þar að segja parsamböndum.
heldur líka þetta sko að opna sig fyrir rómantíkinni, þar að segja fegurðinni og bara þessum fallegu, ljóðrænu, tilfinninga nærandi og vekjandi atriði, þegar rómantík líka bara fegurð. Þannig að leyfðu þér að vera opið fyrir þessari hversdagslegu rómantík í lífinu, umhverfið í kringum þig og hversdagslega lífið og augnablikkin og bara leyfðu þér að njóta. Það er svo margt til að njóta framundan og það er eitthvað svona ákveðin opnun gagnvart bara fegurðinni í litlu hlutunum og elskan og kærleikurinn í litlu hlutunum í staðan fyrir eitthvað svona risa momentum. Og það sem er framundan hér það er hér fulltungli og win-win outcome, það er að segja þetta getur ekki klikkað, þú vinnur sama hvað. Og þá er það með þetta, þú veist, með því að opna inn á þessa möguleika, opna inn á að sjá fegurðina í þessu hversdagslega, að þú græðir alltaf á því. Það er bara stór sigur því að njóta í hversdagsleikanum og njónu og elska það. Þá ætlum ég að fá manifestation spil hér. Svona, allir voðalega að flækast fingurnar fyrir mér út. Það er hér nýtt tungl í Meyju. Treystu því að allt verði gott. Og það er bara alveg merkilega mikilvægt í lífinu, finnst mér, að maður bara treystir að hlutina fara vel og treysta því að allt fara besta veg. Nóg er það í dag hjá okkur flestum, held ég, að við málum svolítið skrattan á vegginn. Við erum mörg hver ansi föst í því alltaf að búast við í versta. En með því að treysta allt verði gott, að allt heppnist, að þá erum við að opna inn á svo mikið meiri veljan og við njótum betur. Þannig að leyfðu þér að trúa því að allt fari bara á besta veg. Og þá skulum við skipta stopp. Og þá er það Healing Waters. Og fyrsta spilið það er það sem við erum að sleppa tökunum á sláttum með. Takk fyrir bæði. Það er bæði hér The Sweet Waters, en sæta lind, og svo fossinn sem er hérna innri kraftur, óbilandi kraftur og óbilandi sjálfsöryggi, taktu pláss, og svo er hér líka sko með þessari sætu að hérna þar er frjósemin, gleðin, jafnvægið, rómantík og sensuality. Þannig að slepptu tökunum á því sem er að halda aftur að þessari óbilandi orku sem þú hefur innra með þér. Leyfðu því að skína, ekki halda aftur, vertu svo fossinn, leyfðu þér að flæða, af því að það er svo mikill kraftur innra með þér. Leyfðu þér að flæða bara frjálst og leyfðu þér að upplifa alla þessa hluti, af því að með því að opna inn á tilfinningar þínar, opna inn á flæðið þitt og vera opið fyrir því hver þú ert og hvað orkan þín gefur þér, þá ertu að opna líka inn á
nautnina, rómantíkina og jafnvægið og sko frjósemina, og þá var að vera að meina bara skapandi orku, hvort sem að við kemur barnið með ekki. Frjósema er líka bara það sem við gefum að okkur og sköpum. Þannig að svona taktu stífluna í burtu, leyfðu fossinu þínum að flæða og leyfðu þær að vera allt þetta dásamlega vatn. Og meginskilaboðin, það sem tunglsljósið er nú að benda á. Það kemur hér, immerse yourself, farðu á kaf, þjálfun, lærdómur, nýjar iðkanir og ástríður. Leyfðu þér að fara á kaf í það hver þú ert. Að þetta, sleppa tökunum á því sem heldur aftur að þér og þessum innri höftum sem að við setjum okkur, sleppa tökunum á því, láta það frá okkur, leyfa orkun okkar að flæða og leyfa okkur sjálfum að bara fara á kaf með það hver við erum. Að baða okkur algjörlega í vatninu, sko, í orkun okkar, tilfinningum okkar og ástríðum okkar. Og leyfðu þér að virkilega æfa þig í þessu, að æfa þig að vera þú sjálft og æfa þig að fylgja innsæðinu þínu, ástríðinu þínum, að hlusta inn á við og vera þessi óbilandi orka og sjálfstraust og vera í mýktinni þinni, nautninni þinni, frjóseminni þinni. Leyfðu þér bara sökkva svolítið í þig. Það er svo dásamlegt. Ef við horfum fram í tímann, það er framundan hér. Og mörg spilapunktar hér. Bara eitt. Metamorphosis, umbreytingin. Taktu á móti umbreytingu. Nú mun allt verða breytt. Og það er svo sannarlega þetta að leyfa sér að kafa svolítið í sjálf sig og innra sjálfið og innri viskunni sína og leyfa sér að fara bara svolítið djúpt í að kynna sjálfu sér. Að já, þá verður svo sannarlega umbreyting. Það er mjög stór og það er það sem er framundan hér með því að sleppa tökunum á því að halda aftur að sér og leyfa þessu flæði bara gerast. Það mun breyta allir, þú munt breytast. En við erum líka gerð til þess að þróast og þroskast. Við erum ekki á sér jörðu til þess að vera alltaf bara nákvæmlega eins. Þannig já, það verða breytingar. En það verða líka stórkostlegar og fallegar og yndislegar og þú verður með þetta með mikla sjálfstraust og betri þekkingu á sjálfu þér. Og það eru aukin lífsgæði þar, það er meiri gleði þar. Og það er það sem þetta snýst alltaf að njóta lífsins og lifa við góð gæði. Við skulum fá manifestation spila þetta. Nýtt tungl í ljóni sem segir bara shine. Leyfðu þér að skína. Það er rosalega sterkt hér að bara ekki halda aftur að þér. Vertu þú sjálft, leyfðu þér að njóta þess. Og leyfðu öðrum að njóta þess líka og sjá þig, ekki fela hver þú ert. Af því að við öll geislum svo fallega þegar við erum ánægð með okkur sjálf og þegar við erum í gleði og ástríðu og leyfum svolítið bara hjartanu og sál okkar að leiða okkur áfram og leyfum okkur að fylgja svolítið því sem sálinn kallar eftir í líf okkar. Svona fyrir utan það að þegar útgeislunum okkar er
orðin þetta mikil og einfallega út af því að við erum að elska okkur sjálf, að það er til fyrirmyndar fyrir aðra í kringum okkur, svo að já, leyfðu þér að vera sjáanlegt, leyfðu öðrum að sjá þína velgengni sem snýst bara um það að elska þig, og þá vonandi læri næsti maður að elska sig. Við erum að smitum út frá okkur. En þá eru allir stökkarnir komnir og ég ætla að fá bara eitt skilaboð svona kollektíft úr messages-dottum. Ein skilaboð í lokin bara fyrir alla. Það gefur hér fulltón sem er forgiveness, sem er fyrirgefningin og sáttin, og það er það sem að fullatónlist snýst svolítið mikið að við sjáum, að við fáum ljósi í myrkrinu. Tunglið kastar ljósi á það sem við þurfum að taka eftir og veita viðvist núna, horfast í augu við og ná sáttu við. Að fyrirgefa okkur sjálfum eða öðrum fortíðina, og þó það séu mögulega gjörðir eða atburðir fortíðinni sem að voru sárir og okkur sárnar enn, og við samþykkjum ekki endilega gjörðirnar sem að hafa gerst, heldur náum við sáttum við að geta ekki breytt. Það er þetta æðruleysi að við finnum að við getum ekki breytt fortíðina, og þó hún sé stundum sár, að þá erum við sátt með að við getum ekki breytt því, en við ætlum að njóta lífsins í dag. Þannig að já, það er sáttin, fyrirgefningin, og láta gamlar kergjur ekki stýra hvernig við lifum lífinu í dag. Svo ætlum ég að setja skjáinn aftur upp. Svona. Alright. Þá eru komnir 3 stokkar, 3 lestrar, temmilega ólíkir, en allir snéru svolítið inn á sjálfinu og að fylgja ástríðum og draumum sínum eins og hrúturinn kallar eftir. Ég vona að skilaboðin hafi rætt að sömu réttir þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég verð hérna eftir cirka 2 vikur á nýju tungli. Ef það skyldi að fara fram hjá ykkur þá er ég bókanleg, bæði í einkafundi og fjarfundi. Það er allar upplýsingar á það á síðunni hjá mér, og það er bókanlegt hjá núna líka í bæði á einkafundi og líka í meðferðir á bekk. Það er þegar ég tek í heilun og er þar ekki lærður nuttari og er með alls konar meðferðir í boði. Þannig að endilega kíkja inn á nuna.is/úlfildur. Svo má alltaf senda skilaboð varðandi fyrirbænir, myndbandsleiðsagnir, stakar spurningar. Endilega kíkja á síðuna ef eitthvað er, og þið getur líka alltaf prófað að senda skilaboð ef það er eitthvað spurningar eða eitthvað er óljóst. Annars þá bara þakka ég kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina. Þar til næst, eigið gott kvöld.